Komið sæl, kafli 4.2 fjallar aflfræðilega orku og afl og það það sem ég ætla að fara aðeins yfir í þessum viðmandi. Í síðasta kafla þá fjöllum við svolítið vinnu og eðlisfræðilega vinnu og þegar að rússíbanavagn er dreginn upp í efstu stöðu þá að sjálfsögðu framkvæmd vinna til að lyfta honum upp þessa 20 metra sem að þarf til þess að koma honum í efstu stöðu. Þegar hann stendur efst uppi þá býr hann yfir stöðuorku sem í rauninni geymsla á þeirri vinnu sem að hafi verið framkvæmd. Þegar að vagninn fer síðan á stað niður brekkuna þá breytist sú stöðuorka sem munið geymda vinnan breytist hún í hreyfiorku og vagninn fer á gríðarlega ferð niður brekkuna. Allir hlutir sem að hefur verið lyft einhvern tímann í sögunni búa yfir stöðuorku þar til þeir falla aftur til jarðar vegna þess að þyngdarkraftur jarðar var yfirunnin með því að lyfta þessum hlutu upp og þar af leiðandi býður hann þess að falla aftur niður til jarðar. Ef við förum aðeins nánar út í þetta, orka er geymd vinna. Stöðuorka verður til þegar vinna er framkvæmd. Vinnan geymist þá í formi þessara stöðuorku. Ef að steinn er settur á endan á vegasalti og annar steinn af sömu stærð er látinn falla á hinn enda vegasaltsins skýst fyrri steinninn upp í sömu hæð og hinn steinninn var í. Mynd af þessu má sjá á blaðsíðu 98. Stöðuorkan sem var í steininum sem var látinn falla framkvæmir vinnu á hinn steinin, þar að segja lyftir hinum steininum upp í sömu hæð. Þannig hefur stöðuorkan færst á milli steinana. Úr steininum sem var látinn detta yfir í þann stein sem að skýst upp í loftið. Sama eining er notuð til að mæla orku og vinnu eða newtonmetrar sem við kynntumst í síðasta kaflahluta. Annað heiti á sömu einingu er júl. Stöðu og hreyfiorka geta unnið saman. Dæmi það þegar kirkjuklukkum er hringt. Þá togar hringjarinn í kaðal eða spotta sem að kemur hreyfing á stað og lyftir bjöllunni upp í efstu stöðu. Þegar hún er komin í efstu stöðu þá býr hún yfir stöðuorku. Þegar hún snýst tilbaka þá breytist sú stöðuorka í hreyfiorku alveg þangað til að hún hefur sveiflast eins langt og hún kemst í hinn áttina. Þar breytist hreyfiorkan aftur í stöðuorku og þegar hún leggur á stað tilbaka fer hann aftur í hreyfiorku og svo koll af kolli. Þannig að orkan breytist í sífellu. Þessar tvær myndir orku, það er að segja hreyfiorka og stöðuorka, heita einu nafni aflfræðileg orka. Þá komum við að þessari spurningu hvað er afl. Stundum segjum við vélar að hún sé mjög aflmikil, en það þýðir að hún geti afkastað mikilli vinnu á stuttum tíma. Afl er mælikvarði á það hversu hratt tiltekin vinna er unnin. Því skemmri tíma sem það tekur, þeim mun meira er aflið. Afl er reiknað þannig að deila tímanum upp í vinnuna. Það er að segja formúlan fyrir afl er afl jafnt og vinna deilt með tíma eða P jafnt og tvöfalt af deilt með T. Einingin fyrir afl er júl á sekundu. Annað heiti á sömu einingu er watt. Hérna í lokin ætla ég að biðja ykkur að freista þess að reikna þessi tvö dæmi. Ég ætla ekki að gefa ykkur svörin fyrir en á morgun. Hífa á stein upp í 3 metra hæð með trissu, það þarf 600 newtona kraft til að draga hann upp. Hversu mikil vinna er framkvæmd og þarna ætlum við að fá vinnuna í newtonmetrum. Þegar það er komið, þá ætlum við að reikna út, það tók vinnumennina 8 sekúndur að hífa steinin upp. Hversu mikið afl notuðu þeir til að hífa steinin? Og þarna vil ég fá svar í vöttum eða júlum á sekúndu sem er sami hluturinn. Hlakka til að hitta ykkur á morgun.